Charismatic. Halló allir saman. Hlýjar kveðjur til ykkar allra. Við erum afar glöð að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólafringina því að skapa efni sem raunverulega gagnlegt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt að merkum af nákvæmni og alöð í getnum netrása okkar, svo þið fáið bestu mögulegu upplifun. Ef þið hafið gaman að þessu efni, vinsamlega deili myndbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættunum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram enn sterkari og betri. Eigum við að byrja? Gerum það. Í dag ætlum að kafa ofan í frekar áhugaverðan heimildabunka sem við fengum sálfræði áhrifa. Já, og hann mjög innblásinn af Machiavelli sem alltaf tungvitt. Akkurat. Og verkefni okkar að draga fram 7 svona kjarnahugtök sem sýna hvernig völd virka í alvörunni. Ofta frekar óþægilegan hátt. Bítur pilla. Að heimurinn umbúnar ekki endilega grind eða vinnusemi. Nei, eða góðvild. Hann umbúnar áhrifum, sálfræðilegum yfirráðum. Þessi tilfinning sem heimildin lýsir örugglega kunnuleg mörgum. Að vera klár og duglegur, alltaf með rétta svarið. En enginn hlustar. Algjörlega, ósýnilegur. Einmild. En þetta samt ekki ný hugmynd þó hún sé sett fram á svona sláandi hátt í dag. Nei, þú meina Machiavelli sjálfur? Já, sko, þegar hann var að skrifa á endurreisna tímanum á Ítalju, hann var bara umkringur pólitískum svíkum og sálfræðilegum hernaði. Það var hans veruleiki. Algjörlega. Hann sá ríki rísa og falla og dróð þá álystun að þeir sem skilja mannlega sálfræði, þeir stjórna þeim sem gera það ekki. Þannig að þetta snýst ekki að vera illugjarn. Nei, heimildirnar leggja áherslu á að þetta snúist að vera sálfræðilega útsjónasamur. Að fatta, að sumir að tefla skáka með að maður sjálfur kannski bara spila lúdó. Ok, byrjum á fyrstu meginreglunni. Hún sögð vera fyrsta skrefið og hún satt að segja frekar ögrandi. Réttlæti sálfræðilega gildra. Já? Ég verð að spyrja, hvernig getur réttlæti verið gildra? Sko, gildran felst í þeirri væntingu að heimurinn muni einhvern umbúna manni fyrir að vera sanngjarn bara því maður á það, skilið. Að það sé einhver kosmískur jöfnuður. Já, tökum bara dæmi á vinnunni. Maður vinnur fram eftir tekur þessi verkefni sem engin annar vil og hugsar. Yfirmaður hlýtur að sjá þetta. Og mun launa mér það setna. Þetta trúin á réttlætið. Akkurat. En svo fær samstarfsfélaginn sem kannski ekkert duglegur en mikið betri að öglýsa eigin sigra. Og stjórna skynjun yfirmannsins. Nákvæmlega. Hann færi stöðuhækkunina. Samkvæmt þessari heimild fyrri aðilinn þó fastur í réttlætisgildrunni. Hann beið eftir umbóna í stað þess að skapa hana. Þannig að aðgerðaleysið sem fylgir því að bíða gerir mann fyrir sjónlegan og þar með valda lausan. Þetta hörð greining en hún make sense. Já, því miður. Og þetta leiði mér að annari meginreglu sem virðist tengjast beint. Miskunnarleysi sem tilfinningalegur agi. Þetta orðið svo neikvætt hlaðið. Já, það mikilvægt að losa sig við þá merkingu strax. Hér miskunnarleysi ekki grimmd eða hæft. Það í raun andstæðan við stjórnlaust tilfinningaleg viðbrögð. Svo að þetta meira eins og yfirvegun? Einmitt. Kaldur og yfirvegaðar agi. Til að halda okkur við sama dæmið, sá sem misti af stöðuhækkuninni gæti brugðist við með reiði eða biskju, farið í vorn. Og þannig áfjópa sig sem varnarlausan, látið aðstæðir stjórna sig, nákvæmlega. En sá sem beitir þessum miskunnarleysi finnur fyrir sömu tilfinningum, vonbrigðum, reiði, en hann lætur þar ekki stjórna viðbröðunum. Hann greinir ástandið og velur strategist svar. Svar sem styrkir stöðu hans til lengri tíma, frekar en að veita svona skammtíma útrás sem grefur undan honum. Þarna hefur það. Þetta munurinn á því að bregðast við af áreiti og að svara af yfirvögun. Maður hættir að vera leiksoppur tilfinningana. Það eitt sem ég oft pælti. Af hverju virðist fólk sem allir kunna vel við? Af hverju nær það stundum minni árangri en þeir sem kannski ekki jafn geðfeldir en virtir? Já, heimildin virðist hafa beint svar við því. 3. meginreglan. Virðing miklu verðmætar en vinsældir. Einmitt. Og það vegna þess að vinsældir byggja oft á því að vilja þóknast öðrum. Sá sem vinsæld oft talin örugg, fyrirsjáanlegur. Fólk veit að hann hræddur við að valda vonbrigðum. Akkurat. Hann segir líklega já við beiðnum sem hann hætti að segja nei við. En virðing, hún byggir allt öðru. Hún byggir á skýrum mörkum. Og þeim skilningi að það hafi afleiðingar að fara yfir þau. Nákvæmlega. Hér kemur Machiavelli aftur stertinn. Það öruggara að fólk óttist mann en elski mann, ef ekki rætt að hafa bæði.
En bitunum við ekki hægt á það fari yfir strikið að þessi áversla á virðingu sem heimildin tengir við ótta breyti manni bara í óþólandi harðstjóra? Það frábær punktur og algjörlega gild hætta. Heimildin myndi sennilega svara því að mörkin liggi í markmiðinu. Er markmiðið að kúka fólk? Eða markmiðið að kenna fólki að það eru afleiðingar af því að vanvirða mörkin þín og tíman þinn? Einmitt, þetta ekki ákall grimmd, heldur skýrleika. Sá sem nýtur virðingar segir nei þegar það ávið án sektatendar því hann verndar eigin forgangsröðun. Það kostnaður við að vanvirðan, ekki endilega dramatískur en raunverulegur. Rétt. Takk fyrir að vera með okkur hinga til. Ef þetta var gagnlegt fyrir ykkur, sendi það núna til einna mannesku, einn deiling, ein og sér hvetur tímið okkar verulega. Allt í lagi, þetta snýst þá að setja skýr mörk og fylgja þeim eftir, en það ekki nóg að hugsa svona, maður þarf að framkvæma. Akkurat. Það leiður okkur að 4. meginreglunni. Aðgerðir skapa sálfræðilegan veruleika. Sem sagt, hætt að tála og byrja að gera. Nákvæmlega. Heimildin gagnrýnir harðlega þá sem kvorta sífellt en grípa aldrei til aðgerða. Þeir eru raun að kenna umhverfinu að hunsa sig. Orðin verða innantóm. Já. Sá sem sálfræðilega ráðandi, samkvæmt þessari sýn, brest kannski sjaldan við. En þegar að viðbragði kemur, þá það aðgerðandi. Ógleymilegt. Þetta byggir upp orðspor fyrir aðgerðir, ekki bara hávaða. Já. Þegar maður sýnir styrk sinn, þá gerir maður svo skýrt að það þarf ekki endurtaka það. Þetta lykilatriði. Því ef þú grípur til svona ágerandi aðgerða en allir túlka það sem frekju eða ofsa, þá hefur þú í raun tapað. Rétt. Það ekki nóg að gera eitthvað. Skynjunin á því sem þú gerðir nánast allt. Það kjarnin í 5. meginreglunni, það ekki? Þú hittir naglan á höfuðið. Að stjórna skynjun að stjórna veruleikanum. Já, og þetta eitt af því sem fólk mannmetur mest. Heimildin bendir á að fólk hefur einfallega ekki tíma eða orku til að kafa djúpt og kynnast mann sanna eðli. Neða dæmir út frá yfirborðskemmdum vísbendingum á örfáum sekundum. Líkamstjáning, raddlægir, klæðaburður, orðspor, allt þetta. Ef maður stjórnar ekki þessari ímynd með virkumhætti, þá gerir ykkur annar það. Og svo frásögn verður líklega ekki manni í hag. Maður verður að vera höfundur eigin ímyndar. Nákvæmlega. Þetta þýðir þá að maður þarf að vera sögumadurinn í síni eigin sögu. Og þar með eru komin að 7. meginreglunni sem dýpkar þetta enn frekar. Að stjórna frásagninni sálfræðilegur hegnaður. Já. Hvað felst í því umfram það að stjórna bara ímynd sinni? Sko, það sem heilandi hér hugmyndin að sagan atburðin sé oft mikilvægar en atburðin sjálfur. Ok. Tökum dæmið okkar aftur. Sá sem fekk ekki stöðuhækkunina geti sagt sögu að hann hafi verið fórnarlamb óréttlætis en sá sem fekk stöðuhækkunina. Hann mun segja sögu frumkvæði, fórystu og verðskuldaðan árangur. Einmitt. Nákvæmlega sama aðgerðin getur verið túlkuð sem fórysta eða hroki, sem sjálfstraust eða sjálfsælska. Sá sem næra stjórna frásegninni, næra stjórna merkingu atburðarins í huga fólks. Já. Þetta þýðir að maður verður vera virkur í því að ramma inn eigin sigra. Jafnvel útskýra eigin mistök á þann hátt sem þjónar manni. Ef maður lætur aðra segja söguna. Bíðum við. Þessi síðasta regla þögl yfirráð, hún hljómar eins og handbók fyrir leynilega valdatöku á vinnustað. Þetta ekki bara siðferðilega rangt, eða erum við að miskilja eitthvað? Það kjarni málsins. Heimildin ekki að setja fram siðferðilegt ákall, hún að lýsa veruleika. Hún myndi segja að þessi barátta eigi sér stað hvort sem manni líkar betur eða verð. Akkurat. Að beita þöglum yfirráðum þýðir að áhrifin virðast eðlileg og óhjákvæmileg, frekar en útreiknuð og áraskjart. Þannig að bandamenn manns skilja ekki endilega hvernig þeir voru settir í stöður sem gagnast manni. Og andstæðingar átta sig ekki á því að verið að grafa undan þeim fyrir en það of seint. Þetta lýsing á því hvernig áhrifamesta fólki starfar, oftast á bakvið tjöldin ekki með látum. Svo niðurstaðan í raun ádráttarlaus. Já, annarkvort lærir maður þessar reglur og beitið þeim eða maður verður stjórnað af einhverjum sem hefur lært þær. Valið ekki á milli þess að spila leikinn eða ekki. Nei, það á milli þess að vera meðvitaðir leikmaður eða óafvitandi leiksoppur. Þessi greining áhrifamikil og já, sannarlega óþægileg. Heimildin fjallar ítarlega að stjórna skynjun annara og byggja upp þessa ytri ímynd valds. Já, það fókusin. En það ein spurning sem hún svarar ekki alveg og situr eftir í manni. Ef einstaklingur verður algjör meistari að stjórna þessari ytri skynjun,
Hver er þá hættan á að missa tengslin við sitt sanna sjálf? Góð punktur. Hvenær breytist útsjónarsam sjálfsbirting yfir í hreina og klára sjálfsbelgingu? Það er kannski spurning til að velta fyrir sér. Takk fyrir að vera með okkur til enda. Skrifandi að karismatik, það besta er enn framundar. Sjáumst í næsta þætti. Haldið áfram að vera karismatik. Charismatic.